Jæja, komið sæl og verið velkomin í Öryrkjaráðið. Ég heiti Bára Halldórsdóttir og ætla að vera með ykkur hérna svona næsta hálftímann. Í þætti dagsins í dag þá ég með yndislegan gest og gleðigjafann Hermann Óla Bachmann sem er hárgreiðslugúrú og á hárgreiðslustofuna Mótus Hár og vefverslunina hárvörur.is. Blessaður Hermann. Komdu sæl, skvísa. Heyrðu, og hvað, nú hugsa fólk með þessu, hvað ég að draga þennan aktífa mann inn á öryrkjaspjall? Já, það góð spurning og margur spyr sig örugglega núna. En það sem að margir vita kannski ekki mig að ég sjálfur með ólæknandi sjúkdóm og ég með ólæknandi sjúkdóm sem kallast Crohn's sjúkdómur. Sem því það að ég með ólæknandi bólgur í maganum og í þörmunum, sérstaklega í þörmunum. Ég búinn að vera með þennan sjúkdóm, ég greinist með þennan sjúkdóm þegar ég 18 ára að vera 19 ára gamall. Og var búinn að vera veikur alveg í 2 ár á undan áður en ég fæ loksins greiningu á sjúkdómi minn. Og með þess að 2 ár sem þessi 2 ár sem tók greininguna að gera þetta fór ég á milli lækna. Ég lenti nokkru sinnum upp á gjörgæslu, ekki gjörgæslu, upp á bráðamóttöku af því ég var með mikla verki í líkamanum og ég fór á milli, ég veit ekki hvað margra heimilislækna án djóks og var nokkrir að sögðu ég væri móðusjúkur, þunglindur, ég var að gera upp þessa verki, það trúði mér enginn í 2,5 ár næstu því að ég væri í alvörunni veikur og það var rosalega erfitt að segja í alvörunni þessi 2 ár vegna þess að labba og hitta 7 til 8 lækna og mismunandi greiningar á mann og yfirleitt manni sjálfum að kenna móðusýki, drama, sækjast eftir, þetta væri athyglisýki oft í mér. Ég lenti líka í mjög miður atvikið sem einn hélt ég væri með HIV bara og væri bara virkilega þunglindi að stríða. Af því að þú náttúrulega samkynhneigður þá hlýtur þú náttúrulega að vera með HIV. Já, og maður ekki gleyma, á þessum tíma reyndar var náttúrulega rosalega þröng sín hugsun og þar sem að ég var nýkomin út úr skápnum 17 ára gamall og þá héldu kannski margir læknarnir alveg að ég væri bara virkilega þunglindur og ætti erfitt með að díla við þær tilfinningar og væri að búa mér til þessa verki. Vegna þess að verkinni sem ég fékk voru virkilega sárir. Þetta eru verki sem ég fæ, það eins og einhver stinginn hníf og snúi og þetta alveg bara virkilega vont. Ég svitna í lófunum, ég svitna á bakjunum, milli bringunar þegar svona vestuköstin kom upp hjá mér. Og maður getur ekki gert neitt annað á meðan. Ég hef séð fólk í svona köstum, þetta bara tekur yfir alla líkamsstarfsemi, þetta tekur alla orkuna sem að maður þyrfti að nota í annað, sko. Algjörlega og á þessum tíma var ég náttúrulega 17-18 ára gamall í Fjölbraut í Breiðholti og var að dansa í Abbasjón í loftkastalanum, var á þrekæfingum á morgnana, framhaldsskóla morgunin með, eftirhátti í skólanum, eftirhátti, dansæfingar, kvöldin þrek og dansæfingar fyrir sjó. Og þetta var líka þvílík vinna. Já. En það einmitt svolítið gaman þessi lýsing sem þú kemur með. Flesta konur sem ég tala við sem eru langveikar, það einmitt lenda í nákvæmlega sama ferli. Það reyndar venjulega lengra hjá þeim, af því að konur eru lengur taldar móðusjúkar, en það þetta þegar það svona ósýnilegt eitthvað, mælist ekki, ég veit ekki reyndar hvernig greinir fólk síðan Crohn's. Eitthvað mælanlegt sem að þeir loksins detta niður á eða eru bara einkennin sem safnast saman í að þetta Crohn's greining? Það gert náttúrulega magaspeglun og ristilspeglun og tekið sýni og fleira og mælt í blóði. Já, kemur úr sýninu, já. Já, og líka í blóðinu hjá okkur magnið og fleira. Já. En þetta var mjög erfitt. Hvað segirðu? Var það ekki svolítið léttir? Jú, það var mjög mikið léttir að greinast með sjúkdóminn. En það sem tók við eftir sjúkdóminn var engin skilningur á sjúkdóminn mínum hvert sem ég fór vegna eins og þú nefnir áðan. Það sést ekkert beint utan á manni ef maður sé veikur eða neitt og þess vegna fólk erfitt með að trúa manni. Og ég til dæmis floppaðist út úr skóla í smá tíma næstu því að út af þessum veikindum vegna þess að
Ég þurfti að fara í lyfjagjöf alltaf á 5 vikna fresti og það skaraðist til dæmis á eitt skipti hjá mér í klippiáfanga í tækniskólanum og það sama ár kemur regla það að það megi ekki, kennarar mega neita að taka próf ef þú ert búin að mæta of illa í tíma. Og ég lenti alltaf í því að lyfjagjöfin var alltaf á dögunum sem ég ætti að vera hjá honum á 5 vikna fresti. Sem að kennarinn gerði sér grein fyrir og vissi alveg ég væri í lyfjameðferð á þessum tíma. Og hann ákvaði samt sem áður af því að hann sagði við mig, það sést nú ekkert á sitt veikur, ég veit nú ekki hvað þú átt að gera þarna. Og hann leyfði mér ekki að taka lokaprófið út af því. En samt sem áður voru 2 aðrar stelpur með mér í tíma sem voru óléttar og voru búin að missa jafnmarga tíma og ég var búin að mæta, þannig að, hvað maður segja, þær voru búin að mæta færri tíma en ég stelpunar og þær fengu samt að taka prófið því að það sást utan á þeim að þær væru Svo samþykkt ástand. Já, samþykkt ástand. Þetta var mjög ósanngjarnt og ég barðist alveg heiftarlega fyrir þessu og fekk líka að gjalda fyrir það svolítið í skólanum þar. Það er svo mikið vesen. Já, það bara trúði mér enginn og svo bara því að ég hvað maður segja, reyndi að sýna öllum bæklinga, læknarnir mínir reyndu mér að sýna fram á það, læknirinn mér sendi virkilega fallegt bréf til námsráðgjafa, skólameistara, aðstoðarskólameistara, áfangastjóra, kennarans og það var alltaf það sama, bara að sést ekkert utan á þessum dreng, hann er ekki veikur, þannig það var aldrei neitt skilningur á, þetta var rosalega erfitt. Já, nákvæmlega. Þetta er náttúrulega sko það sem að við erum náttúrulega mjög mikið að vinna með, að ég og allavega þeir í kringum mig, það er þessi misskilningur að þú þurfir að vera með, fatla í hjólastól, með kýli utan á andlitinu og svo framvegis til þess að geta verið veikur. Ég las alltaf þess að mér var svo skemmtileg svona grín, það er eitt sem sagði sko, nei, ég er ekki að þykjast vera veikur, ég er að þykjast vera heilbrigður. Já! Ég er mjög góður í að þykjast vera heilbrigður. Ég líka. Já, mjög svo. Og svo náttúrulega þarf maður að fara vel með sér heima og svo framvegis og svona. En þú hefur samt sem áður svona komið þér vel fyrir og ert ótrúlega duglegur og flottur með þitt flotta fyrirtæki og á 2 sviðum, bæði með hárgreiðslustofuna og snyrtistofuna þarna og svo vefverslunina. Og þannig að maður verður nú að bara alveg sama hvort þú væri veikur eða ekki, það voru þetta töff. Og hvernig finnst þér það ganga svona með daglegu lífi í veikindum og öðru, hvernig ferði í kringum það? Sko, það er eins og oft sagt, enginn einn sigrar heiminn og ég get sagt það alveg hreint og beint út að ég hef alls ekki gert þetta eða byggt þetta allt einn. Ég hef búin að vera rosalega heppin að eiga rosalega góða fjölskyldu, foreldrar sem að virkilega hafa skilið sjúkdóminn minn og aðstofað mig í kringum fyrirtækið. Maðurinn minn yndislegur og í dag framkvæmdastjóri og yfirmaðurinn minn í dag. Einu mistöki sem ég kannski gert í gegnum allt þetta ferli. Já, hann er nú indall sem betur fyrr. Hann er algjör gullmóli. En eins og ég segi, það er enginn eitt sem sigrar heiminn og Guð sér lofa, ég hef verið með allt þetta fólk og þetta fólk hefur bjargað mér að þegar ég hef dottið niður mest og hef kannski þurft að liggja og verið sem veikastur, þá hefur þetta fólk tekið við verkefnunum og haldið áfram með það sem ég er að gera. Og verið saman samstillt í þessu enda er ég ekkert einn eigandi, ég meina móðir mín, faðir minn, systkini mín, við öll, þetta er allt samvinnandi fjölskyldu fyrirtæki. Ég er að þessu fyrir okkur öll saman, ekki fyrir mig einan. Nei, en bara flott mál og líka þetta er einmitt eitthvað sem ég sé aftur og aftur, að það er þeir sem eru svo heppnir að eiga fjölskyldu og fólk sem getur stutt það kannski kemst áfram og þeir sem eru síðan svo óheppnir að detta annarkvort úr tengslum eða eiga ekki þetta, að þeir lenda í verri stöðu og það virðist einhvern veginn vera samfélagsgerðin hérna á Íslandi að ef þú átt ekki góða að þá þrátt fyrir að við eigum að vera, hvernig, ég meina, finnst þér eins og þú
hefði geta komist áfram fengið þennan stuðning til dæmis í gegnum kerfið eða? Nei, aldrei. Ég skulle bara viðurkenna það bara eins og þú segir, sagðir áðan. Þetta ef maður hugsar, og ég lifði svolítið sem ungur maður, ég þakklátur fyrir að vera ungur því ég greinist, að ég var alltaf að reyna bara að vera heilbrigður og haga mig þannig. Og þannig komst ég vart áfram í gegnum þetta allt. Auðvitað með aldrinum og fleira finn ég meira til og sjúkdómurinn að herja meira á mann og þetta allt miklu erfiðara. En aftur á móti, ef maður lifir svolítið eftir því bara ég ætla mér, ég get þetta, ég hef trú á sjálfu mér, þá að sjálfsögðu allt hægt. En já, kerfið hefur ekkert unnið með mér eða ég veit ekki sem hvert ég ætti að leita í dag, fattar það mig? Nei. Það ekkert í kerfinu sem myndi aðstofa mig heldur. Ég krónsjúklingur sem ekki einu sinni nægilegur öryrki til þess að vera heima. Nei. Skilurðu mig? Sagðir ekki við mig að var einhver prósenta sem var gefin út á Crohn's? Jú, það einhver heldur smá prósenti. Þú ekki alveg frá með svo langt sem ég lesi mig til það. Já. En eins og ég segi, ef maður ætlar að vera heima alltaf út af veikindunum, maður þarf bara stundum að fara á hörkun og það er ótrúlega erfitt. Og þess vegna eins og segir, það er gott að hafa tengslanett í kringu sig, góða fjölskyldu, sem maður getur gripið og aðstoð sem ég geti aldrei án þeirra. Nei. En ríki eitthvað sem hefur ekkert aðstoð og getur ekki aðstoða mig mikið. Hvernig sagðir það fyrir þér bara, ef þú svona býr til svona ímyndunarheim þar sem að þú hefðir greinst þarna á þessum aldri, jafnvel með þitt góða framlit í lífinu en foreldrar þínir og aðrir hefðu ekki haft tíma eða fjármuni eða orku til að standa svona beint fyrir aftan því meira heldur bara að vera til staðar og þú hefðir þurft að sækja féló eða örorku eða whatever. Sérðu fyrir þér hvernig það hefði geturðu ímyndað þér það? Ég geti alveg ímyndað með því, ég hef alveg hugsað til þess stundum hvernig það væri ef ég hefði enga hjálp. Já. Veistu það bara, ég hefði það alls ekki gott vegna þess að skilningurinn á það að segjum það líka vera að vinna fyrir einhvern annan. Já. Á hárgreiðslustofum. Og ég væri veikur því ég er veikur. Ég var örugglega búin að missa oft vinnunar og ég væri búin að missa oft kunnahópana mín og fleira, skilurðu mig. Já. Þannig ég væri mjög illa staddur ef ég væri ekki með mjög góða í kringum mig. Nákvæmlega. Þótt þú sért einmitt með að vissulítið sveigjanlegt vinnuform þá er þetta samt sem áður þannig. Ég nefnilega einmitt sé einmitt mig og þig svolítið þegar nú erum við bæði glaðlynd, kát og opin og hresst fólk og ég er svona pínuð á hinni hliðinni þótt ég sé þannig stödd að eiga foreldrar sem hafa hjálpað mér með íbúð og bíl og svona ég er ekki að leigja einhvers staðar út í bæ og ýmislegt að þá einhvern veginn voru mín veikindi það lengi svo skringilega að ég náði aldrei að móta persónuleikann minn í kringum það einhvern veginn, maður bara svona einhvern veginn tók við öllu sem að koma að og einhvern veginn reyndi og er svo hér núna, ég er 44 ára svona pínu að reyna að byggja mig upp í einhverja reglu aftur þegar ADHD mitt greindist. Við erum ekkert ólíkar týpur að mörgu leyti og höfum gaman að fólki og gaman að lífinu og erum jákvæð í eðlinu og undir og í botni þótt að við eigum erfiða tíma. En þarna sést einmitt ég er að gera þetta gegnum það að reyna að fá allan þennan stuðning sem ég get frá ríkinu og þú hefur sem betur fer og ég er glöð fyrir þína hönd náð samvinnu með fólki sem gat unnið með þér. Og við endum svona á aðeins á sérhverjum staðnum. Og svo þekki ég fólk sem hefur náttúrulega ekki bara haft neitt stuðning og það er bara eins og ég er miklu meira föst heima einmitt út af því að eins og þú segir, að því ég var ekki með þennan stuðning til byrjunar og er að reyna að vinna með að honum. En nú segir það er að aukast hjá þér verkir og svona dótari og mamma tala aldur, hvað ertu gamall aftur í hörmann minn, ég manna nú ekki. Á ég rasketlega krakka skítur. Ég er 44, ég skal segja fyrst. Og ég skal segja líka, ég verð 37 á þessu ári í desember. Hvað, unglingur verður ekki að kvarta?
Heyrðu, allavega að og þú segir með aldrinum þá bætast við svona hlutir og þú kannski sér fram á það að þurfa að minnka við þér í vinnuhlutfalli eða eitthvað út frá einhverjum hlutum. Hugsaðu eitthvað út í það hvort að þú myndir sækja þessa litlu örorku sem þú átti eða? Nei, ég hugsaði bara þannig þegar ég startaði fyrirtækinu mínu að þegar ég fór að finna fyrir því að ég væri ekkert gerður til þess að vera á gólfinu áfram frá 10 á morgnum til 7 á kvöldinu. Þá stofnaði ég litla heildsölu í kringum og fór inn svona lítinn innflutningsbusiness með fyrirtækinu og hef ákveðið með þeirri leið að hægt og rólega koma mér þangað inn í fyrirtækið, færa mér þangað inn frekar, fattarðu mig. En ég er búin að vera, lenti reyndar líka í því að ég er búin að vera lyfjalaus til dæmis núna í 1,5 ár. Já, af hverju Ég nefnilega ég lenti nefnilega í því slysi að lyfið sem ég var að taka inn var farið að vera of mikið í blóðinu þegar ég kom í lyfjagjöf. Þannig að það þurfti að hætta lyfjagjöf í 1 ár. Já. Og nú er ég búin að vera með sjúkdóminn í tæp 2 ár þar sem ég er búin að vera að hreinsa líkamann af lyfinu þegar það var að meiða meira heldur en að vinna með líkamann. Jú, ég lenti í þessu með methotrexatið mitt, sko. Og og finnurðu þá að kannski einhvern veginn full einkenni sjúkdómsins núna eða? Já, ég hef búin að komast. Ég fann svona þegar ég var orðin eftir hverja lyfjagjöf bara svona, ég gekk út hálfskjálfandi, líka mér var bara enga veginn stakkbúin í það. Og svo núna fyrstu mánuðina fann ég svona trappast niður úr líkamannum. Ég var með mikinn skjálft einhvern leiðindar annars slagið sem var loksins fór og svo en núna hafa aftur á móti eftir það lyfið fór úr að þá fór sjúkdómurinn að aukast aftur upp. Já. Og búið að taka smá testa á mér og þeim sýnist það að hann sé aftur að grassera upp en samt ekki eins mikið. Og þú ert ekkert svona þú kemst ekkert áfram á styrum eins og ég? Nei, ég bara er mjög verkjaður í dag. Bara eins og þessu samtali núna er ég með verki á 2 stöðum. Svo fer það líka bara eftir náttúrulega með minn sjúkdóm hvað er mikil áreynsla á allt systemi hjá mér, skilurðu mig, hvað borða ég 4-5 sinnum við daginn. Já, er mikið að gerast í umhverfinu, eru margir búin að rífast í þér, var vesen að komast í vinnuna, þú veist, allt þetta dótar í, það bara safnast. Allt saman. Er í lagi með systir mína, er í lagi með mamma mín, er í lagi með pappa mín, er í lagi með manni minn. Er heimurinn að fara yfir? Nei, ég segi nú. Og svo náttúrulega sem hárgreiðslumaður þá er COVID búið að hafa sterk áhrif á þinn atvinnumarkað. Núna síðustu mánuði geri ég ráð fyrir? Já, það er búið að gera það. Það var náttúrulega loka hjá okkur í tímabundi í 6 vikur. En ég meina allir þurfa að hjálpast að. Þetta er eitt stórt verkefni og það er ekki eins og einhver hafi skúrað með puttana eða fæturnar eða tekið af mér eitthvað, þannig að þetta er bara verkefni sem maður þarf að gera og krefst tíma og lagast eftir x tíma. Já, nákvæmlega. Mjög einfalt. Nákvæmlega. Hérna, mér langaði líka að spyrja það manna, ég er nú svona einmitt jákvæð eins og þú manneskja, en heldurðu að það sé auðveldara að einmitt taka svona hlutum jákvætt þegar maður kemur úr því umhverfi að hafa fengið stuðning, sérðu fyrir þér kannski aðra manneski í sömu stöðum sem væri ekki með stuðning að takast á þessar hindranir hve auðvelt eða erfitt það væri? Allt er bara jákvæðni, skiptir ekki máli hvort það sé þetta eða eitthvað annað, maður verður að taka allt með jákvæðni. Það er eins og ég og maðurinn er verið að draga hann upp samt ef að maður hefur ekki miklar fyrirmyndir eða svoleiðis fyrir hana? Að sjálfsögðu, það er rosalega erfitt en ég held að samt sem áður að maður þarf bara einhvern veginn að tala sjálfan sig til, ræða við sjálfan sig, eins og ég gerir margoft við sjálfa mig þegar mér leið sem verst. Hermann, þú getur þetta, Hermann, þetta er vont en það kemur dagur til þennan dag, Hermann, haltu áfram, Hermann, gerum þetta, Hermann, bara tala við sjálfan sig. Tókst þetta síðast til tekst þetta núna? Allt saman. Guð mig góður, maður á bara ekkert að vera, ef maður ætlar að stressa sig, vera neikvæður, hvað gerist, þá gerist bara neikvæð
Þess að ég og Ég hef maður mér alltaf gerir smá sagt, grín sko, að því. ég má alveg lenda í uppnámi, ég má taka Já. smá tíma þar sem ég alveg bara, þetta allt saman ömurlegt, bara til þess að fá að taka það og síðan, svo þurfum við að fara áfram. Að sjálfsögðu, það algjört mest, því annars kemst ekki jákvæð. Það fer ekki á afnýtun saman, sko, en svona. En eins og maður mér gerum oft djók með til dæmis að lífið einn helvítis tornado og inn í þessum tornado eru gullstangir og þú verður bara að grípa hverja einustu til þín. Já. Þannig bara lífið. Lífið eitt shit show. Þú lemjaðar því í hausinu og þú græðir samt á þig. Já, þetta eitt tornado fullt af gull, þú bara tekur tækifærin, dregur til það sem þú vilt og annað, fuck it, gerist ekki. Nákvæmlega. Og þú segir þú ert þá kannski búin að hugsa hlutina þannig að þú ert búin að gera hlutina upp á þegar þú verður gamall og svo framvegis að þú er hugsað á og þannig að reyna að komast eins langt frá því að þurfa að nýta þér okkar kerfi eins og hægt er. Guð minn góður. Ég bara eitthvað svo, hvað má segja, Guð minn góður, ég bara var í gamla þetta svo kærulaus líka. Að ég áttaði mig bara svo seint á. Já, ég byrjaði bara á kæruleysinni, Bára, þú veist að þú þekkir mig, baby. Þetta bara reddast. Og hvað gerðist hérna auðvitað einn daginn þegar veikindin maður fór svona að fá realtjekka lífinu og sjúkdómnum og fleira, að þá fór maður að setjast niður og þurfa að hugsa hvaða tækifæri hef ég. Og sem betur fer hafði maður búið til einhvern góðan farveg fyrir sjálfan sig án þess að fatta það. Já. Og nú bara að stuðla að því og reyna að gera það markmið hjá sér. Ég nefnilega er svolítið að berjast við þessa dagana fólk sem að það er svona tvær hliðar, það til fólkið mitt sem bara að gera sitt og kemst það fram og allt þetta og svo til fólk sem ætlast til þess að allir geti það líka sama við hvaða aðstæður þeir eru. Og ég svona að reyna að brúa bilið þarna á milli, en ég líka svolítið að sko viðtalið við þig þrátt fyrir það líka var skemmtilegt í það sýnir svona kannski hvernig svona hinn almenni aðili hefur bara enga trú á því að þetta kerfi gerir neitt fyrir sig. Erum við þá að gera hlutina rétt? Er þetta í lagi fyrir þá sem að er í þeirri stöðu að hlutinir eru kannski ennþá skarpari hjá þeim og þeir hafa ekki bjargráðin? Já, það er mjög slæmt. Ég svona hef áhuga á því að sjá það, sko. Hvað manneskja út á götu sem ég er nú ekki búin að skoða þetta nú eitt nýlega, segirðu. Hvað manstu eftir og veist til að er til staðar fyrir fólk sem þarf á aðstoð að halda? Eins og í Crohn's, vistu það, ég get alveg viðurkennt það, ég hef ekki kynnt mér það mikið heldur hvað er hægt að gera fyrir Crohn's sjúklinga því ég hef alltaf verið bara svo í minni eigin kúlu, má segja. Og það alveg margt til staðar, það Facebook-grúpa fyrir Crohn's sjúklinga sem að margir spjalla saman og gefa tips hvorum öðrum. Það eru næringafræðingar upp á Landspítala sem að gefa. Það verið að gera fleiri rannsóknir sem var gert áður fyrr á Crohn's sjúklingum, hvað fleiri úrræður komin fyrir Crohn's sjúklinga. En ég skal alveg viðurkenna það rosalega erfitt að finna sér. Maður þarf sjálfur að setjast niður bara, við hvernig að tala og finna einn og labba til næsta og biðja hann að benda á næsta og næsta og næsta. Finnst þér best að fá þessi ráð frá öðrum einstaklingum með Crohn's eða myndirðu leita meira inn á það að spyrja lækna og svoleiðis? Sko, mér finnst best að tala við lækna í hvað ásiðkominn ástandi sjúkdómurinn er í. En aðra Crohn's sjúklinga finnst mér til dæmis mjög gaman að spjalla við hvað þeir geta borðað og reynt að fara kannski prófa einhverja uppskriftir eða mat sem þeir eru að prófa sem hentar þeim. Skilurðu, með því að fæðutegundir er eitthvað erfiðasta við þennan sjúkdóm. Verið að nota þá foodmap og svoleiðis eða? Nei, ég hef aðalega bara, ég á frænda sem með Crohn's og svo eru nokkru kúnnar hjá mér líka með Crohn's og ég bara svona við verðum að spjalla saman innbyrðis okkar, hvernig þessi matur fyrir þig og hinn matur fyrir þennan og það bara alltaf þannig að það rosalega misjafnt. Þess að ég get tekið mjólkurvörur mjög auðveldlega greinilega, svo eins og kannski
einn annar Crohn-sjúkling sem ég þekki, það má ekki ostur einu sinni, borða ost, skilurðu mig. Þannig að svo aftur á móti getur sá einn sami borða hamborgarabrauð, en ef ég borða hamborgarabrauð með sesamfræði þá get ég garantera það eftir 10 mínútur og þá ég bara komið verki og bara svitna eftir bakinu. Það fer allt saman á stað og bara yfirtekur mann. Ég fekk svona svipuð einkenni, ég veit ekki hve lík þau eru, svona magakrampa einkenni, að því að minn sjúkdómur hermir að vissu leyti eftir einkennunum á Crohns. En þá einmitt upplifði ég það, ég bara borðaði og svo bara rétt á eftir þá bara fór meltingakerfið af stað og bara tók yfir allan líkamann minn í vissan tíma og ég þurfti bara að díla við það, hvort það var á dollunni eða undir sæng, skjálfandi í svita. Það er líka mjög leiðilegt að vera eins og með fyrir Crohn-sjúklinga að fara í matarboð. Já. Þetta er alveg, þú veist, fólk segir, borðaðu bara paprikuna. Þetta er bara grænmeti, þetta er hollt. Já, en veistu það að plastið utan á paprikunni bara gefur mér mikinn sársauka og ég kannski bara akkurat núna veit ég að með þess að sjálfur ef ég borða hana þá fæ ég þvílíka verki og það er bara fyrir fósturstellingu hana upp í róm eða ég er beint á klóstið og ég er ekki tilbúin að setjast á beint á klóstið heim hjá þér eða fara upp í rúmið þitt og liggja þar í fósturstellingunni. Nei. Stundum mamma góða vini sem maður getur farið í heimsókn hjá og má vera veikur hjá en mann vill það nú kannski ekki á almannafæri einmitt sko að þú veist ekki að ég er hérna á einhverju fínu veitingastað, heyrðu afsakið, gæti ég fengið að leggjast hérna á nokkra stóla út af veitingastað? Nei, svo líka eins og maður, kannski, það er voðalega erfitt fyrir vinum manns og svona suma fjölskyldumeðlim að skilur stundum bara, það þarf ekki neyða manns að borða matinn, maður er ekkert matvondur eða neitt, það þarf ekki að setja út á diskinn, stundum bara borða maður veit nákvæmlega hvað maður getur og hvað ekki. Maður lærir rosalega fljótt á sin eigin líkama. Þú ert líka sko orðin 37 ára, ég held að þú sért alveg búin að læra eitthvað í lífinu sko. Af hverju er að segja hvað ég var gamall? Af því að það er svo gaman. En veistu hvað er skemmtilegast að segja þú sért 37 ára? Hvað? Það sætur og ungur en það. Bara! Já, við vitum þetta allt saman. En ég þarf alltaf að hafa það er alltaf einhver svona tímatakmörk á öllu sem ég segi og þarf að gera. Þú getur ímyndað hvað er erfitt fyrir mig að ég þarf alltaf að hafa tíman viðtali hálftíma. Mér finnst svo gaman að tala og þér líka. Þannig að ég ætlaði bara að skella á því bara loka orð. Hvað viltu skilja eftir í þessu? Hvað vil ég skilja eftir í þessu? Ég myndi vilja skilja eftir í þessu er að sama hvað þú sérð ekki ljósið, þá er alltaf ljós við endan. Að lenda á botninum, það þýðir bara eitt, það er stíu upp. Það er gott að eiga góða að, fyndu góða vini, betra eiga fáa heldur en á marga, umkringdu góðu fólki og þá gengur allt vel. Já. Og svo bara ef þið hafið eitthvað fram að færa, elsku áhorfendur, þá er ykkur alltaf, eins og við segjum, alltaf velkomið að koma og segja okkur eitthvað. Við erum með Facebook síðuna okkar, Öryrkjaráðið. Þar erum við með þætti á mánudögum, miðvikudögum og föstudögum, svona þegar við getum, af því að öryrkjar eru mishressir til þess að henda út efni. Og við þökkum bara kærlega fyrir áhorfið. Og vonum að þetta hafi gagnast einhverjum og sjáum ykkur næst. Elsku fólk. Bless, bless.